Komið sæl, Sör spilar golf, ætlar að spila korpuna áin landið í dag. Við ætlum að renna yfir stillingar, ég spila stroke growth og enga mulligans og auto-fixed. Þannig að ef ég næ hringnum þá er það 1 pút, ef ég næ ekki hringnum upp að 20 metrum þá er það 2 pút. Og nú ef ég næ gríninu og ég er lengur en 20 metrar þá er það 3 pút. Því þekki þetta allt saman. Og ég spila af gulum, þar spila ég þarna úti. Yfirleitt úti er ég með 5,5 í forgjöf. Í hermi er ég með plus, þegar þetta er talað, plus 3,6, ég held ég hafi verið með plus 2,8 eitthvað svoleiðis á þessum fyrir þennan hring. En þetta er fyrsta hólan, við stillum miðið svolítið bara yfir autobounsið, hunsum autobounsið, tökum ekkert eitthvað 2 í hermi á þessari braut. Næ þarna svona típisku fyrsta höggi dagsins, svona allt í lagi án vandræða, en næ ekki litla dróðinu sem gefur höggunum oft pínu lengd og svolítið svona fallega ásýnd. En ég lendi þarna í röffi og fæ 10% refsingu eins og heyri á þessu röfli. Þetta er bara alltaf 60 gráðunar, 51 metr með refsingu. Hann á ekki eftir að spinna mikið út af röffinu. Þannig ég er að reyna að reikna með því. Ég lendi honum fyrir framan. Það er planið. Pínu, dreifum vinstra megin. Það er svo langur. Par á fyrstu braut. Við tökum því. Svo er það þessi skemmtilega 11. önnur hólan í dag. Yfir allt draslið. Eins og ég hef áður sagt, þá tek ég oft bara járn á fremsta vinstri hluta brautar eftir saman brúnna. Tek svo mínudræfurinn beint yfir. Það er svona lang áhættu minnsta og skynsamlegasta playið finnst mér í raunheimum. But not today, my friend. Við tökum dræfur á allt sem hreyfist. Miðum þarna vel yfir. Nú fyrsta uppasækið mitt á hinni brautinni hefnast ekki alveg, þó að það hafi verið án vandræða. Nú skal það hefnast. Virtist hefnast helviti vel, 266 metrar, 110 mph. En sjáu þið sveiginu sem koma í lokin til hægri. Þetta þýðir bara eitt. Við erum í inferior trackman equipment. Við erum þarna í gamla trackman, appelsínugula. Hann er svo seinna að reikna inn beygjuða sem er alveg óþolandi. Maður er svo góðu vanur í nýjasta trackmanninum, inn á loft trackmanninum svarta. Þannig að við erum pínu haltir í dag. Allt er generatast svona aðeins seinna. En þetta högg var fínt. Nú á ég eitthvað cirka 100 metra á par 5 eftir. Tökum gapvets á það. Hefnast bara rosalega vel, beint á. En er þetta rétt lengt? Ekki alveg. Ég næ ekki hringnum fyrir Erni og fæ auðveldan fugl í staðinn. Nú uppáhaldshóla margra, coming up, hóla 3 á þessum hring. Tala að hún sé svolítið svona erlendis lögin. Hvort sem það sé gott eða slæmt, maður veit ekki, nú á dögum.
En hér tökum við bara 2 járn og reynum að miða svolítið vinstra megin og feitum hann inn til hægri. Það planið. Tvö járn ekki auðveld kylfa, en hún kylfan mín, sagði hann. Byrjaði of mikið vinstri, fékk ekki feitið, en viti menn. Heppnin með sigursteini, maður. Yes. Stöngin inn. Geggjað. Verður þetta stöngin inn hringur? Það spurning. En fyrir vikið helvíti langt inn á högg á þessari braut. 156 metrar pínu niðri móti. En við þurfum að taka 80 járn þetta. Svolítið svona að segja hann fer aðeins til hægri, en hann það mikið til hægri að hann fær gott skopp og gott skopp indeed og stoppar inn í hringnum. Það annar fugl, heppnistimpill yfir þessari braut. Ætli ég sé búinn að klára alla heppnina mín á hringnum, það er spurning sko. En ég komin 2 undir par, sterk byrjun. Þá það par 3, gap-edge á 105 metrum cirka. Bara rosalega vel slegið, beint á pinna. En rétt yfir. Ofinn. Vegur á móti hinu. Par. Held mér áfram á -2. Uppáhaldsbrautin stóra. Coming up. Nú reynum við að ná góðu dræfi hérna. Fyrsta frábæra dræf dagsins coming up í hausnum á sigursteini á þessum tímapunkti. Það það sem ég að hugsa þarna sko. Hægri fóturinn vel aftur. Skapa rými fyrir bumbuna. Ekki hraðasta sveifla sem ég hef framkallað. Þannig aðeins að leika til hægri. Þetta svolítið og hann stoppar í röffunni. 254 metrar. Höfum gert betur hérna. En eins og ég segi, ef þetta eru vondu höggi mín þá ég bara í himnaríki sko. Cirka 98 metrar með refsingunni sem 10% cirka. Aðeins svo langt fyrir 54 gráður. Tökum gap-edge. Eða þú veist, maður næra með 54 menn bara þægilega að taka þetta með gap-edge. Taka rólegt bara, sætta sig bara við par hérna. Move on. Það var þessi. Í meistaramótinu hérna var ég alveg skelfilegur, alltaf til vinstri í dræfunum og en það löngu búið. Það ný veröld í dag hjá Sigursteini. Við ætlum að negla þessu dræfi eitthvað upp eftir brautinni. Sjá þetta litla trix þarna sem ég geri, svo ég þurfi ekki að beygja mig niður. Þegar hann heldur lungin í þessu. Neglum. Snap. Og sjáu hvað gerast. Gamli drakmann að gefa. Allt í einu kom í lokin svaka sveigja til vinstri og hann fucking safe in no man's land. Þetta hefði verið leiðilegt í raunheimum að þurfa að labba þangað. En ekki herra mig. I'm alive. Boltinn á lífi, eins og einhver sagði. Aftur heppni. En þetta alveg með refsingu 162 metrar. Sjöjárn, ég þarf alveg að ná honum hérna yfir þessi tré eða á milli trjánna einhvern veginn.
Hann á leiðin á milli trjána. Ég held að þetta hafi heppnast fullkomlega. Allt að fullkomlega. En þetta er náttúrulega rétt fyrir utan, gefur mér séns á að vippa í. Það er náttúrulega, það er sénsinn þegar maður svona rétt lekur yfir. Koma svo, ég skulda eitt vippa í. Ég er búinn að tala þetta hluti lengi, sko. Nú komið það. Jæja, reddum pari eftir þetta upphafshögg dauðans þarna áðan. 7. holan, doðrandurinn mikli, séns á fugli hér yfir vatnið. Þá þarf maður að eiga gott ræf, miða vel hérna, bara hægra megin á braut. Tökum enga sénsa. 2 par á þessum tímúti, við erum ekki að hata það. Já, þetta er hefnast vel, 267 metrar, næstu 111 miles per hour, við erum bara að tökum því. Það er heldur bara gott fyrir Sigurstein. Gaman alltaf að tala sig svona í þriðju persónu, en það er ekki eitthvað merkjum að maður sé eitthvað certifiably insane. But I like it. Eða fyrir ekki, he likes it. 146 metrar, það er bara skemmtilega átta. Þessi viðbrögð þarna, þið rykkir líka hún svona til vinstri, aftur og bak. Það þýðir að ég hef púlað hana eins. Herðu, rétt lek fyrir utan. Þið veitir hvað það þýðir. It's whipping time. Herðu. Rétt missi. En ég fæði fuglinn góða. Á maður komin -3 eða 3 undir. Það er gott. Eins og Daniel Ágúst sagði. Nei, það var Björn Jörundur, sorry. Það er gott. Herðu, 160 metrar cirka, 7 járn. Í það styðst að maður er svona að velta fyrir sér hérna 8 þarna á þessar braut. Einhvern veginn hallar alltaf niður hérna. En ég býtum við, tók ég 8-una? Nei, ég tók 7 hérna. Svo, hallar mér aftur, það þýðir bara í púlandi vinstri. Hann er svo mikil outside innsveifla. Þannig að killuhausin minn er lokaður og allt er á leiðinni til vinstri sem sett í púlan svona. Það er mitt miss. En ok, við þurfum að vippa þessu bara nálægt. Svolítið langt frá. Tökum hann 54 gráður. Ekki 60. Minnum mig, er það 60? 54 helgi. Reyna að láta hann að rúlla bara inn í hringinn og stoppa helst. Það var yndislegt og hann gerir það. To remain 3 under. Það er home stretch holan mikla. 9. hola eða 18. Þetta er hvernig hún lítur að það. Sjáum til hvað gerist, maður veit aldrei með gamla Dragmann. Jú, hann er aðeins að færast til hægri. Hann er að færa í skuldin. Rétt sleppur. 269 metrar. Dafli 111 miles per hour hraði. Mér finnst ég eiga mikið inni, þarna í þessum hraða. Þegar maður horfir svona á sveiflunum sína tilbaka. Finnst ég þessi bara hægur, sko. Ég þarf að fá meira madness í sveifluna. Fucking rippa þetta áfram. En í dag 66 metrar, 60 gráður. Passa spinnið. En ég reynir nú að stilla stillingarna þannig að það endurspegli aðeins
íslensku vellina, þannig að spinni ekki of mikið, en sjáum til hvað gerist hérna. Ágætt högg. Spinnandi vinstri svolítið svona. Þetta var, ég hefði átt að vita þetta, Sigursteinn. Svona það. Það var það var að landið. Fyrsta hólan þar. Í dag 10. hólan. Miðum svolítið bara svona eitthvað hérna yfir böngarinn. Hefur að leka öllu til hægri svolítið hérna í dag. Sjáum til hvað gerist núna. Þá lakandi vinstri. Hefnast ágætlega þetta högg, sko. En pínur svona, eða hún ekki fallegt, en það endar hana rétt. Já, þetta er svo stuttbraut. Sleggjunar ná hérna inn á grín í fyrsta væntanlega. Guðni Valur og félagar. Shoutout. En ég á ná bara litlar, 43 metrar, spilast eins og 51 metr með refsingu. Við tökum 60 gráður af það. Ég veit að það verður ekkert spinn sem ég það nálægt gríninu og út í röffi og grínin still þannig hjá mér. Þannig ég þarf að lenda fyrir framann og rúlla inn. Beðnum að stoppa. Þetta var helviti gott. In theory. Bara aðeins of langur. Verða að sætta mig við par á þessari braut. Þá er það önnur í raun svona semi-drivable par 4 í röð. Fyrir sleggjuna, sko. Ekki fyrir mig. Ég er ekki búinn að ná þangað. Ég þarf að ná svona 120, 125 miles per hour hraða til að ná því. Kannski 120. En ég er ennþá að berjast bara við 110 markið. Djöfull heggsveifla maður. Aftur líkaminn minn fer til vinstri að þá vitið þið hvað gerist. Búllan, aftur outside in, lokaðu kylfuhaus, allt heila klappið. Ég er alltaf að reyna að hugsa að slá út til hægri, sko. Ef minn tekst það, þá byrjar hann aðeins hægri og kemur fallega í drót til inn. En ég er í ykkur aðeins smá slömpi þessa dagana með dræfin, þau byrja bara vinstri og er svona ekki nógu mikið til hægri allavega. 88 metra með refsingu eftir, það eru 54 gráður. Svolítið delicate, aðeins púlaður, lekur yfir. En það er tækifæri. There's a chance in the mud. Vippa í. Er ekki komin tíma og eitt helvitis vipp í. Við skulda. Ég var alltaf fyrir með 54 eða 60 og ákvað að taka, að ég vil teki 54 gráður og ræta að rúlla. Það tekið 60, þetta er stutt. Það þarf að poppa aðeins upp bara. Og viti menn, fyrsta vippið í dag, það er fugl. Tökum því fagnandi, konfetti og læti. 12. hólan, par 4, líka stutt par 4, landið er helviti þægilegt. Miðum aðeins en það meira hægra megin. Alltaf í voninu að ná sínu besta dræfi. Aðeins að byrja hann hægra megin utan brautar og draga hann fallega inn til vinstri. Það er draumurinn. Verður hann að veruleika í dag? Nei, það verður ekki veruleika í dag. Not today, my friend. Ég er ekki alveg á dræfötum í dag. En ok, með refsingu er þetta svona 125 metrar cirka. Tökum pitching wedge á það.
Líka með minn fyrir til aftur, það þýðir pull, en allt í góðu. Við náum grínunum að tvíbút og það er par. Að para sig í gegnum völlinu er bara fínt. Það er aldrei slæmt. En á þessu tímapunkt er ég 4 undir pari og komið að par 3 hólunni góðu. Tökum 9 og tökum aðeins af 9 stundur er bara 130 metrar sko. Þannig ég ætla að feita, byrja vinstra megin, miða vinstra megin og feita pingu inn til hægri. Byrjar á réttri línu, kemur feitið kom. Rosalega ánægður með þetta högg. Auðvitað hefði það mátt vera 3 metrum lengra til að fara inn í hringinn, en fallegt högg og par veruleiki. Gott að fá par á par 3. Þá er það korpuhólan mikla. Þarna finnum við lyktina af bakkelsi, íslensk-ameríska þarna. Póski þarna með flottan golfhermi fyrir tætlist og pinggræðina sínar. Beðum að heilsa honum. Nú þurfum við gott dræf. Lifum í vorinni. Nei, Sigursteinn enn og aftur samur við sig í dag. Það er skott ég væri ekki á Skógavelli. Tekar með Eriksen með refsingur þetta svona 212 metrar, helvíti langt fyrir innhögg par 4. Ég þarf að leita langt inn í skúffuna og taka 4 þarna. Tek bara fínt högg með 4 þarna. Ánægður með það. Var að vonast þetta smá meira drægi inn. En helst svolítið beinn, en stoppaði motherfucker. Og hann stoppar að gríni. Par 12 metra frá cirka. Þetta hafðist eftir slæmt innhögg. Þetta er par 5. Þetta hérna hugsaði maður, here's where I get my money back sko. Reynir að lenda þarna bara, þá áttu bara eitthvað létt inn á eftir. Innhögg eftir að par 5. Ég reyni ekki kannski létt en hérna stutt allavega með svona par 5. Meðum þarna á einhvern góðan og fallegan stað. En ég er búinn að vera mistaka með dræfir á þessum hring. En það þýðir ekkert að pæla í því. Nú kemur dræfið. Tökum hægri fót aðeins aftur. Tökum hérna litla skrefið með sem ég tek til að fá smá meira kraft. In theory allavega. Byrja beinn, en helst hann beinn. Leggur aðeins til hægri. En ekki það mikið. 289 metrar dræf, besta högg dagsins myndi ég segja, 110,4 miles per hour. Þetta var bara eins og skrifað, teiknað, ég hef ekki getað teiknað þetta betur. Eitthvað betra á þetta hefði í raun bara orðið verra sko. 127 metrar eftir, það er bara sko stutt 9, þetta er eiginlega pitching wedge. En ég ætla að leika saman leikinn aftur með 9 og taka smá af 9 með því að feita. Miða aðeins vinstra megin, tek hann í feit til hægri svo, sjá hvað gerist. Byrjar aðeins svo mikið vinstra megin. En ég er að koma inn, reyna að feita inn. Er það nóg? Sigursteinn heppinn. Lenti í bakkanum. Það var aðeins svo langur en skoppaði yfir. En þið viti hvað það þýðir. Þá get ég vippað í. Það er alltaf það sem ég hugsa. Það væri nú ekki slæmt að fá örn á þessari. ...54 gráður, rúllónum inn, svaka halli til vinstri. Það er lendanum hægra megin. Og ég geri það. Og hann bakinn fer í hólu. Sigursteinn ánægður og það er örn. Svakalegt, þvílíkt og slíkt. Þannig er ég ánægður með sjálfa mig.
Happy Times komin á 600 par og hvað, 3 hólur eftir. Djöfull að ganga vel með við svona hvað ekki að ganga vel. Dræfin ekki inni, heppnin samt með, þannig að þá Sigursteinn alls líklegur. 180 metrar, það Petring Vance. Fylgist með líkama Sigursteins, fer hann tilbaka. Hann fer tilbaka, það þýðir bara eitt. Þetta pull. Það býtur við pull með pingu feiti. Uppáhald staða Sigursteins. Það rétt fyrir utan. Vippa í þriðja skipti. Let's go. Það verður nú ekki ónýtt. Þá færðu nú að fossið einhverja blaða sko. Skulum ekki vera gráður. Ég ætla að reyna að klúra þessu. Þetta er of mikið sko fyrir mig. Ég er bara með lítið hjarta sko. Og gallað. Já. Gott. Fáum bara par hér. Við skulum ekki vera storka á örlögum hérna. 2 hólur eftir. Löng par 4. Sem ég er alltaf skotinn í henni. Því að löngun er erfið. Þetta er svona svipað eins og með, ég er ekki að segja að Þorlákshöfn sé eitthvað svaka langur erfið, en Þorlákshöfn bítur í sko. Ég fíla það sko. Skora ágætlega það sko, en það er kannski bara því ég fíla öllin. En þetta er svona, já, ef maður næri ekki góðu drægi, þá er langt inn sko. Góð, svaka outside inn og killuhaus lokaður og bara allt í vinstri. Þetta er bara voidbunker og nálægt lippi og allt. Þetta gæti allt verið að fara til fjandans. 4 högg í bunkar einhver. Skulum reyna að berga þessu. Sko með refsingu er þetta svona 160 metrar. Það er lítil sjö, þannig að ég ætla að reyna að taka hann að spínu ofalega. Setja hann aðeins framar í stuðuna. Reyna að ná yfir lippið. Réttan sleik í barmana. Davíð. En næ inn á. Og næð að bjarga pari. Það er aldrei slæmt hérna. Lokahala dagsins er par 5. Nú ég veit ég er búinn að vera að púlla öll dræf og bara búinn að lélur að dræfur í dag. Og það er vatn akkurat í púlfæri. Nú vandast málin, hvað á ég að gera? Á ég að reikna með þessu? Eða á ég að reyna að fá því fullkomnan dræf? Ég er bara ekki vel gefnari en það. Ég reyna alltaf að ná henni fullkomnan dræfi. Reyna að slá kilvuna inn. Það er sem að dettur úr skíðum. Það þarf maður bara að standa upp og halda áfram. Það þýrti bara að liggja í brekkunni. Nú kemur þið fullkomnan dræf. Það er vatn í leik. Tökum sénsinn. Byrjar á frábæri línu og kemur mér í pingu dró. Þetta er hið fullkomna dræf, sjá Sigursteini. Svona vil ég sjá þetta. 271 metr, en já, fullkomið, ég meina 109,5, ég hefði viljað skilur 120 miles per hour, en það er bara, það kemur seinna bara. Ég er í kringum 110, það er bara svona mitt markmið í dag. Ok, 202 metrar eftir, það er 5 járn. Það er við fullkomna 5 járn, byrja aðeins hægri og draga hann pingu inn, en sjáum hvað gerist. Líka með Sigursteins fyrir tilbaka. Það er dró, pull, meina ég. Beint pull. En ok, það stundum, maður verður bara að spila svolítið svona eins og dagur að spilast. Ok, ég geti þá bara vippað því, ég ágætur því, fyrir Erni. Ég þarf að taka 60 gráður hérna, ég þarf að poppa hann svolítið upp. Það er mikið röff þarna á milli míns og holunar. Þetta kallaði mjög ljóta sveiflu. Fer upp úr sveiflunni, stend upp úr henni og næ ekki alveg og einhvern veginn allt ljótu þetta. En næ ekki hringnum og sætt mig við par til að enda hringinn á 6 undir pari. Það er ógeðslega gott. Og hvað er þetta?
4 fuglar og 1 örn og bogey free round veruleiki 66 högg. Það nú með því betra sem ég hef verið að gera. Ég bara rosalega glaður með þessa útkomu. Ég hitti ekkert, þú veist, dræfurinn var off 43% hittabrautir, gír, gríninn 78%. Meðaltalið mitt bara 68, þannig að ég var góður með hjátunum. Og ef ég hitti ekki alveg, þá reddaði ég alltaf 100% skrambling. Ýmist vippað í eða rétt hjá. Meðaldræf bara 250 metrar, lengsta 289, sveifluhraðinn undir 110. En svona þetta, maður getur ekki alltaf átt on day. Þetta var off dagur með dræfur og svona ýmsu en niðurstaðan -6. Við tökum því. Takk fyrir í dag.